fekk hún almennilega fyrir sig og vennileg staðaforkunum fyrir Valsmenn. Hér kemur skot af löngu færi og þetta fór að varnarmanni. Framarar að taka forystur og Már Ægisson með skot af löngu færi sem að fer yfir Fredrik Skram í markinu. Sjáum þetta aftur þarna. Tekur heljarinnar sveig yfir Fredrik Skram í markinu. Þetta skot sem að fer af Hörð Inga. Velkomin fyrir Valsmenn hér í dag, en þeir eru heldur betur að gera sér lífið erfitt fyrir. Fred sigur upp á vítapunktum. Fredrik Skram til varnar. Fred setur hann fram hjá Fredrik í markinu. Framarar konum með 2 marka forystu hér eftir 25 mínútna leik í Úlfarsdal. Stutt tilhlaup hjá Fred, áhugavert að mörgu leyti. En fyrst föst spinn sem kom út að það ekki tæka tíð til þess að þessu frá einhvern veginn hefur bóttinn ekki farið út fyrir hér. Kenny Tegin! Kenny choppar sem að spyttir honum bara í fjærhotnið. Fram 3 Valur 0. Hvað er að gerast hér í Úlfarsdal? Fyrst og fremst að boltinn fór einhvern veginn ekki út fyrir hliðarlínu hann eftir hreinsunina frá Fredrik Skram, en Kenny choppar fær svo bara að taka 20-30 metra sprett og það horfa allir á hvern annan þarna í öftustur. Hættur úr bolti. Kynst á milli og hér er Kristinn Freyr. Patrik Pedersen með honum hérna vinstra megin. Patrik kæl til varnar. Patrik hótar fyrir á hægri og krullar hann í fjærhornið, snirtilega afgreitt. Já, Patrik Pedersen sem að minnkar munin fyrir gestina hér, kemur upp úr fylgsendingu hjá frömmuruminn á miðsvæðu og Valsmenn refsa. Findu hann sem hann hótar skotinu, hótar að taka hann með sér eiginlega í sömu hreyfingu. Klagan sem að gefa honum alveg í rétti tæka tíð. Hann segir fram. Stánum Fred. Skilur sig hérna Má Ægisson, þetta er 3-3. Má. Fred með honum. Fred kominn og Tegin, dauðafæri. Hann er að skora 4. mark Framara hér. Og fara langt með það að tryggja stigin 3. Fyrsta alvöru færi sem að Framar hafa fengið í seinni hálfleik. Fyrsta alvöru skyndisóknin sem þeir ná á Valsmenn hér í seinni hálfleik einni. Það var allt saman afskaplega auðvelt einhvern veginn. Fred að skora annað mark sitt hér í dag.